Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vill að hámarkslán Íbúðalánasjóðs verði lækkuð hið fyrsta og meira aðhald í ríkisfjármálum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn vill að hámarkslán Íbúðalánasjóðs verði lækkuð hið fyrsta sem og lánshlutfall hans. Í framhaldinu þarf ríkisstjórnin að eyða fyrir fullt og allt þeirri bjögun á innlendum fjármálamarkaði sem Íbúðalánasjóður veldur. Þá nauðsynlegt að beita meiri aðhaldi í ríkisfjármálum. Sendinefnd á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur á undanförnum 2 vikum kynnt sér íslensk efnahagsmál og var greint frá helstu niðurstöðum nefndarinnar í dag. Þar segir að þrátt fyrir að efnahagshorfur á Íslandi séu enn öfundsverðar, þá sé nauðsynlegt að beita meira aðhaldi í ríkisfjármálum, meðal annars með því að halda aftur af hækkun launa í komandi kjaraviðræðum, en að mati Gjaldeyrissjóðsins knýr neytendamarkaðurinn og mikil einkaneysla áfram verðbólguna sem skapaðist við gengislækkunina mitt ár í fyrra. Þá segir í áliti sendinefndarinnar að sérstaklega sé brýnt að auka skilvirkni peningastefnunar. Það sé ekki hægt á meðan að Íbúðalánasjóður í opinberri eigu hindrar að stýrivextir Seðlabankans hafi áhrif á einkaneyslu og útgjöld heimilana. Þetta hafi áhrif á þær atvinnugreinar sem ekki geta varið sig gegn háum vöxtum. Í álitinu segir svo: fyrsta skref í umbótum vegna Íbúðalánasjóðs ætti að vera að lækka án tafar hámarkslán og lánshlutfall hans. Í framhaldinu þarf ríkisstjórnin að eyða fyrir fullt og allt þeirri bjögun á innlendum fjármálamarkaði sem stafar af tilvist Íbúðalánasjóðs í eigu hins opinbera. Eða með öðrum orðum þá telur sendinefndin að einkavæði eigi Íbúðalánasjóð. Í lokaorðum álitsins segir sendinefndin kjörið tækifæri fyrir nýja ríkisstjórn að taka þessar erfiðu ákvarðanir sem nauðsynlega séu til að styrkja efnahagsstöðugleika á Íslandi.